Komið frá. Líka. En þá höldum við áfram með fundinn. Klukkan er 17:24. Við byrjumst afsökunar á tækniörðugleikum fyrir hluti fundarins er mögulega illáhorfanlegur. En við höldum áfram. Við erum komin í 4. fundarlið. Það er framlagning fundargerðar skipulags- og umhverfisnefndar frá 23. júní 2006 og því að hér eru liðir 1 og 3 í fundargerðinni afgreidd sérstaklega undir fundarliðum númer 12 og 13. Og Þorsteinn Hjartarson hefur beðið orðið. Já, forseti. Það er þetta ára tilhæringur. Ég er með bókun vegna dagskrárliða 12, 13, 14, 17 og 18. Þarna meðal annars fjallað ábendingar frá íbúum hraðakstur á Sunnmörk, Finnmörk, Hrauntungu og Heiðmörk. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir áhyggjur íbúa og bókanir skipulags- og umhverfisnefndar. Í því sambandi viljum við árétta það sem fram kemur í málefnasamningi D&S-lista að eitt af forgangsverkefnum kjörtímabilsins eigi að vera endurnýjun merkinga á gangbrautum, hraðahindrunum og bæta við þar sem þörf er á og aðstæður leyfa. Lagt er til að málið verði tekið til frekari skoðunar í bæjarráði með þátttöku umhverfisfulltrúa og sviðsstjóra tækni- og umhverfissviðs. Heildstætt yfirlit þarf að fá frá þeim hvar við stöndum í þessum málum og byrja sem fyrst á úrbótaverkefnum sem draga úr hraðakstri í Hveragerði. Það er Ingimar María Rún og Sigmar Þorsteinn sem rita undir þetta. Þetta Þorsteinn, fleiri sem vilja taka til máls? Takk, Þorsteinn. Ég ætla bara að taka undir það sem kemur fram í þessari bókun. Þarna eru þónokkuð margir fundarliðir sem einmitt fjalla áhyggjur íbúa hraðakstri. Og ég held að við getum öll verið saman um það. Þetta er alveg bara atriði sem við viljum leggja áherslu á og þetta er bara ánægjulegt að heyra að stefnt sé að fara í það vinnu. Fara í heildstætt yfir þetta og lækka hérna hamarsan, tryggja ekki gangandi og akandi. Það var þetta fleiri sem vilja til máls. Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðina til stafsetningar þessum staðfestakjafmerki. Það er staðfest samhljóða með 7 kvæðum. Það var það 5. fundarliður og það er beiðni umsögn um veitingaleyfi, en lögð fram beiðni sýslumanns á Suðurlandi dagsett 13. febrúar 2006 ásamt fylgigögnum, þar sem óskað er eftir umsögn Hveragerðisbæjar vegna umsóknar A.E. Chefs ehf. Veitingaleyfi vegna veitingastaðarins Júsú Hveragerðir að Austurmörk 6. Málið var tekið fyrir í bæjarráð þann 18. júní síðastliðinn sem gerði eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar. Bæjarráð leggur til bæjarstjórn að gera ekki athugasemdir við útgáfu veitingaleyfis til umsækjenda vegna veitingastaðarins Júsú og Austurmörk 6 í Hveragerði og veita jákvæð 15. júní 6 með upplýsingum um tilboð sem bárust í sorpinu fyrir Hveragerðisbæ 2006-2009 auk útboðsgagna og kostnaðaráætlunar. Málið var tekið fyrir í bæjarráð þann 18. júní síðastliðinn sem gerði eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að taka tilboði lagsbjóðanda í útboðsverkið og fela bæjarstjóra að undirrita verðsamning og önnur skjöl vegna kaupa á þjónustunni. Bæjarráð felur sviðsstjóra tækni- og umhverfissviðs jafnframt að kanna útfalla kaupum sorp á húsbílátum sem eru í eigu þess verktaka sem hefur sinnt sorpbjóði hingað til og leggja fyrir bæjarstjórn. Og orðið er laust á þennan leið. Ef enginn fyrir skjóls að biðja þau sem er samþykkt því að taka tilboði lagsbjóðandi útboðsverki og fela bæjarstjóra að undirrita verðsamning að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Og þessu tengt þá fjallar 7. fundarliður tillögu kaup á sorpbílátum. Lagt er fram minnisblað Höskuldar Þorbjarnarsonar umhverfisfulltrúa dagsett 26. júní 2026 þar sem er gerð tillaga kaup á þeim sorpbílátum sem nýtt eru í Hveragerðisbæ en eru í eigu Íslenska Gámafélagsins ehf. Að ræða 1550 sorpbílát og býðst Hveragerðisbæ að kaupa ílátum fyrir samtals 9,6 milljónir. Einhvers veginn gauðir sem ljóðsend í þessum lið. Ef ekki þá með þau sem er samþykkt til launagerðarmerki og hún er samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn samþykkir
innkaup á sorpbílátnum fyrir samtals 9,6 milljónir og fyrir bæjarstjóra að ganga frá kaupunum. Þar á 8. liður hann varðar leikskóla og gjaldskráningarkerfi Völu. Lögð eru fram drög að nytjaleyfis- og þjónustusamningi leikskólakerfi Völu, leiðbeiningar innleiðingu kerfis og minnisblað Röðuls Leifs Kárasonar, starfsleiðtoga, dagsett 15. júní 2026. Málið var tekið fyrir bæjarráð þann 18. júní síðastliðinn sem gerði eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja nytjaleyfis- og þjónustusamning leikskólakerfi Völu og fela bæjarstjóra undirritun samningsins. Og undir þessu leiðir Þorsteinn Hjartarson óskað eftir taki til máls. Já, forseti. Meirihlutinn fagnar því að taka í notkun leikskólakerfi Völu til leikskólann í Hveragerði. Eins og fram kemur í minnisblaði er að ræða umsóknar- og gjaldskráningarkerfi sem er samþætt bókhalds- og rekstrarkerfi bæjarfélagsins. Og með notkun Völu er verið að einfalda ferlið, losna við tví- og þrískráningar þegar börn og foreldrar þeirra eru skráðir. Meginmarkmið með notkun kerfisins er að fækka markskráningum og draga úr vinnu starfsfólks við innritun og innheimtu leikskólagjalda. Þá verður umsóknarferli foreldra barnanna meðal annars með tillit til mismunandi vinnslu umsókna, systkinaafsláttar og breyting á vistun mun notendavernd. Sviðsstjóra mennta-, menningar- og lýðheilsusviðs er falið, eins og hér er komið fram, að tryggja gott upplýsingaflæði til foreldra vegna innleiðingar á Völu leikskólakerfi. Og þetta er þessi bókur, Ingimar María Rún, Sigmar og Þorsteinn. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Þeir sem vilja taka til máls. Ef ekki, þá ber ég tillöguna til atkvæði. Þeir sem eru samþykkt, gefum ekki. Og það er samþykkt samhljóða. 9. fundarliður. Endurnýjun á þaki lágbyggingar íþróttahús. Lagt er fram minnisblað Guðmundar F. Baldurssonar, byggingarstjóra eftirlitsmanns, dagsett 18. júní 2026. Verklýsing vegna breytinga á þaki á einangrum veggja, dagsett 11. júní 2026 og drög að teikningum, dagsett 4. júní 2026. Í minnisblaði byggingarstjóra og eftirlitsmanns með framkvæmd við uppbyggingu fyrsta áfanga íþróttahús er lagt til að bæjarstjórn samþykkja semju við verktaka viðbótarverk með endurnýjunar á þaki lágbyggingar íþróttahús, enda felur útboðsverkið í sér aðrar framkvæmdir við lágbygginguna. Talið er nauðsynlegt að fara í framkvæmdirnar við lágbygginguna samhliða útboðsverkinu, enda megi það komi í veg fyrir að ráðast þurfi í bráðabirgðaframkvæmdir við lokun byggingarinnar með tilheyrandi óhagræði við starfseminni í húsinu og kostnað. Árið laustu þannig leið. Enginn biður sér hljóðs. Og býður þau sem er samþykkt því að ganga til samninga við húsameistara EHF viðbótarverk að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. Og í beinu framhaldi af 9. fundarlið fyrir við þann 10. sem er þá viðauki nr. 7 við fjárhagsáætlun ársins 2006 vegna íþróttahús. Lagt er fram minnisblað Steinunnar Erlu Kolbeinsdóttur bæjarritara dagsett 29. júní 2026 ásamt fylgiskjali þar sem gerði tillaga að viðauka nr. 7 við fjárhagsáætlun 2006 að fjárhæð 23 milljónir. Vegna endurnýjunar á þaki lágbyggingar íþróttahús. Tillagan gerir ráð fyrir hækkun á fjárfestingum og á móti hækkun tekna vegna staðgreiðslu. Einhver sem vil kveða sér ljósið til þessum lið? Svo er ekki eitt á beri tillöguna undir atkvæði, þau sem er samþykkt gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá er komin að fundarlið nr. 11 sem varðar fegrunarátaki samstarfi íbúa. Lagt er fram minnisblað Höskuldar Þorbjarnarsonar umhverfisfulltrúa dagsett 30. júní 2026. Það er gerð tillaga hreinsunarviku og fegrunarátaki í Hveragerði vikuna 13. júlí til 19. júlí næstkomandi. Og bæjarfulltrúi Ingimar Guðmundsson hefur beðið orðið undir þessum leið. Takk fyrir forseti. Ég ætla bara rétt að koma inn á þessa hreinsunarviku sem er mjög spennandi að mér finnst. Minnisblaðið sem kemur frá Höskuldur mjög skemmtilegt og sér fram á að þarna séum við með svolítið skemmtilega svona samþætt verkefni á milli sviða. Við erum bæði að reyna að teikna upp þarna einhvers konar verklag sem auðveldar íbúum bara að hreinsa til en líka búa til einhverju svona skemmtilega umgjörð í kringum þetta í gegnum samfélagsmiðla og þarna á að pröfukeyra svona ábendingargátt varðandi þetta þar sem að við getum sótt þá einhverju upplýsingar frá íbúum eða einhver svæði sem að þarf að taka til sérstaklega að gera betur eða hreinsa.
og ég held að það væri ótrúlega gaman bara að fara að skoða það að festa þetta sem bara fastan viðburð. Þannig að þetta sé bara reglulegt ég veit að hefur verið síðustu ár en þetta svona dróst aðeins núna út af kosningum og við erum kannski að fara svolítið seint inn í svona sumarátak meðan júlí en það væri gaman alltaf að gera þetta að snemma. Og alls konar tækifæri sem við getum þróað þarna með, alveg eins og kom tillaga frá okkar Hveragerði varðandi að draga skógræktarfélagið með inn í þetta. Að fyrir sem sagt kannski næsta ári ef við förum að undirbúa þetta snemma, að þá jafnvel samhliða einhverjum svona verkefnum gætu verið þá með einhverja fræðslu eða kynningu og ég sé allavega fyrir mig þarna sem sagt verkefni sem við getum svolítið samnýtt á tækni umhverfissvið og umhverfisfulltrúa og garðyrkjudeild og tengt þetta svolítið við svona menningarmálin okkar líka og búið til svolítið skemmtilegan svona heildstæðan viðburð bara í kringum þetta í kjölfarið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ingimar, fleiri sem vilja taka máls. Jónas, fyrir. Takk fyrir forseti. Við fögnum átaki. Við fögnum öllum átökum sem að auka á sameiningarmátt íbúa Hveragerðis og verkefnum sem bara bæta á sín bæjarins, þannig að þetta er gott skref og megið það ganga best. Fleiri sem vilja taka máls. Ég þarf að taka undir. Ég finnst það spennandi og skemmtilegt og þó að þetta sé vissulega kannski svona miðju sumri að vera ókjóslega að vera fyrr, þá er aldrei seint að vera góð verkefni. Þannig að spennt að sjá hvernig þetta fer, hvernig þátturinn verður. Þá við bara þau sem eru samþykkt tillögunni að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða sem tillaga hreinsunarviku og færanóttak í samstarfi íbúa samkvæmt framlögðu minnisblaði og falið umhverfisfulltrúa að hafa umsjón með verkefninu og vinna áfram í samstarfi menningarráðun og markaðsfulltrúa. Og þá er umhverfisfulltrúa og menningarráðun og markaðsfulltrúa falið að meta ávinninga verkefninu loknu og skila stöðuyfirliti til bæjarstjórnar sem þá náttúrulega í haust. Þá er komið að 12. fundarlið og það varðar óveruleg breyting á deiluskipulagi. Lögð er fram tillaga óverulegri deiluskipulagsbreytingu á deiluskipulagi ás- og grundarsvæðis við Hverahlíð vegna sorpgerðis dagsett 11. júní 2026. Breytingin felst í því að byggingareitur S.1 á lóð Bröttuhlíðar 18-22 er stækkaður í norðaustur horni lóðar undir sorpgeymsluskýli. Hæð sorpskýlanna verður að hámarki 3,5 metrar en efra skýli verður fellt inn í núverandi landslag. Núverandi bílastæðum fækkar 3 vegna skýlanna. Kvöð aðkomu á sorptunnskýlum er færð að innkeyrslu að lóðmörkum. Byggingarheimildir haldast óbreyttar innan reits S.1 og ofangreind breyting er í samræmi við gildandi aðalskipulag. Er að ræða óveruleg frávik frá gildandi deiluskipulagi þar sem hagsmunir nágranna skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Því er ekki talin þörf á grenndarkynnabreytinguna sérstaklega. Byggingarheimildir haldast óbreyttar og skipulagsskilmálar haldast einnig óbreyttir. Málið var tekið fyrir skipulags- og umhverfisnefnd þann 23. júní síðastliðinn sem gerði eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að samþykkja óverulega deiluskipulagsbreytingu í samræmi við 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust undir þessum lið. Og enginn bauð sér hljóðs, svo ég ber hann undir atkvæði. Þeir sem að samþykkja merki, hún er samþykkt samhljóða. 13. fundarliður lýtur einnig að deiluskipulagsbreytingu en það er breyting hesthúsahverfis á Vorsabæjarvöllum vegna stækkunar hesthúsahverfis og Hvolsvallar. Eftirtalin skjöl eru lögð fram, greinargerð og skilmálar vegna deiluskipulagsbreytingar hesthúsahverfis á Vorsabæjarvöllum vegna stækkunar hesthúsahverfis og Hvolsvallar dagsett 28. nóvember 2005 með breytingum 12. júní 2006 auk uppdrátta. Umsögn Náttúrufræðistofnunar dagsett 17. febrúar 2006, umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands dagsett 17. febrúar 2006, umsögn Veitna dagsett 19. febrúar 2006, umsögn Minjastofnunar dagsett 31. febrúar 2006 og umsögn skipulagsfulltrúa vegna umsagna og athugasemda dagsett 9. júní 2026. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti á fundi sínum þann 11. desember 2025 að auglýsa deiluskipulagsbreytingu fyrir hesthúsahverfi og golfvöll sem er breyting á deiluskipulagi hesthúsahverfis á Vorsabæjarvöllum sem samþykkt var 10. 4. 1997 með breytingu 8. 5. 2025.
Markmið skipulagsbreytingarinnar er að stækka bæði hesthúsasvæði innan landnotkunarreitar Íþótt 1 í núgildandi aðalskipulagi og golfvöll innan landnotkunarreitar Íþótt 2 sem stækkaður í nýsamþykktu aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2025 til 2037 og var auglýst samhliða. Tillaga að deiliskipulagsbreytingu fjölgar lóðum fyrir hesthús og skilgreinir byggingarreit fyrir reiðhöll og reiti fyrir ýmis gerði, fjölgar gólfbrautum innan bæjarmarka Hveragerðis og aðlaga reið- og gönguleiðir á svæðinu. Deiliskipulagstillagan var auglýst frá 9. janúar til 20. febrúar 2006. Alls bárust 6 umsóknir frá eftirtöldum aðilum. Erlengur Ártúnsson, dagsett 4. febrúar, Veiðifélag Varmár og Þorlákslækjar, dagsett 16. febrúar, Náttúrufræðistofnun, dagsett 17. febrúar, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, dagsett 18. febrúar og Veitur, dagsett 19. febrúar. Minjastofnun Íslands sendi umsögn eftir að athugasemdafrestur rann út eða þann 31. mars síðastliðinn. Málið var tekið fyrir í skipulags- og umhverfisnefnd þann 23. júní síðastliðinn sem gerði eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að samþykkja deiliskipulagsbreytinguna með áorðnum breytingum í samræmi við 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 sem og umsögn skipulagsfulltrúa sem svör við innkomnum athugasemdum. Öfnum mælendaskrá, einhver sem vill kveðja sér hljóðs. Svo er ekki, þá byrja þau sem er samþykkt að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða tillagan. Það verða 14. fundarliður og það er tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar. Lagt er fram minnisblað Ingimars Guðmundssonar bæjarstjóra dagsett 23. júní 2026 þar sem gerð er tillaga að fella niður reglulegan fund bæjarstjórnar í ágúst vegna sumarleyfis samanber 5. málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar og fela bæjarráði umboð til fullnaðarafgreiðslu mála samkvæmt 4. málsgrein 33. greinar samþyktarinnar frá og með 3. júlí og til og með 31. ágúst 2026. Einhver sem vill segja einhverjum orð í þessum lið? Ég ætla að fara bara stutt. Gjör svo vel, Jónas. Forseti, nú er ég í fyrst skipti að fjalla sumarleyfi bæjarstjórnar og fyrir leikur hugur á að vita. Hérna er sumarleyfi frá 3. júlí til 31. ágúst. Er þetta vaninn á hverju ári eða er þetta minnaði meira, bara stutt? Ég skal bara svara því. Fundur sem við erum á núna er sem sagt í rauninni var síðasti fundur aukafundur þeim mánuði, ekki? Nei. Nei. Það hefur vannar oftast fallið niður í júlí og ágústfundur en við erum að funda núna í júlí. Þannig að þetta er minn en vanalega. Þannig að það er stutt að svari. Gjör svo vel, Ingimar. Ég held kannski að það líka smá mun núna því við erum með bæjarstjórn fyrr heldur við vanlega verið. Þannig að við erum í raun og veru að taka júlífundin núna og svo erum við að fella niður það ágústfundin en hittum svo í september. En vaninn hefur verið undanfarin ára að vera það sko júlí og ágústfundin svo fella niður en við tókum ákvörðun það sem við erum að koma bara eftir sveitarfélagskosningar og ný bæjarstjórn að koma saman. Þetta væri það raun og bara einn fundur sem er að falla niður. Og tímabilið virðist vissulega langt en samt bara einn bæjarstjórnarfundur. Takk. Já, og það sem ég var röglega, það er stutt frá síðasta fundi. Hann var seint í mánuðinum, þessi snemmi í mánuðinum. Fleiri sem vilja taka það máls. Svo er ekki það byrja til að undir atkvæði og þeir sem er samþykkja að merki. Og hún er samþykkt samhljóða og næsti bæjarstjórnarfundur er þá 3. september næstkomandi. Það var að fundarliður 15 tillaga lokun bæjarskrifstofu vegna sumarleyfa. Lagt er fram minnisblað Ingimars Guðmundssonar bæjarstjóra dagsett 25. júní 2026. Það sem gerði tillaga að bæjarskrifstofu verið lokuð frá 27. júlí næstkomandi til 31. júlí næstkomandi. Á tímabilinu yrði sími opinn frá 9 til 12. Það er ekki verið að loka allir afgreiðslum, þetta er þess að hafa afgreiðslunni hérna niðri. Ávæglustum þannig leið. Enginn kveður sér hljóðs, svo ég þessum er samþykkt tilraunum að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Það er komin að 16. fundarlið sem var að samþykkti héraðsnefndar Árnesinga BS fyrri umræða. Lögðu fram að samþykkt fyrir byggðasamlagi héraðsnefnd Árnesinga BS sem samþykkt var á aðalfundi byggðasamlagsins þann 27. apríl 2026 og vísað var til staðfestingar sveitarstjórna aðildar sveitarfélaga.
einhver sem vil taka til máls við þessu fundarlið. Það er ekki þá byrð þau sem er samþykkur að gefa merki og að hún er samþykkt samhliða. Bæjarstjórn samþykkt samhliða tillögum breytingar á samþykktum héraðsnefndar Árnesinga BR og vísar málinu til síðari umræðu. Þá er komið tillögu frá D- og S-lista endurskoðun nefndakerfis. Fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar leggja til að hafi verið formlegt ferli við endurskoðun nefndakerfis Hverfisbæjar. Tillaga felur í sér að sérstök áhersla verði lögð á undirbúning á stofnun nýrrar umhverfis- og veitunefndar með það að markmiði að efla umfjöllun og stefnumótun á þeim málaflokkum. Lagt er til að bæjarstjóra verði falið í samstarfi við sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og sviðsstjóra tækni og umhverfissviðs að vinna málið áfram og leggja fram tillögur til bæjarstjórnar nauðsynlegar breytingar á skipulagi nefnda og erindisbréfum þeirra. Með þessu fylgir greinargerð og ég ætla að gefa bæjarfulltrúa Sigmari Karlssyni orðið. Þetta er svona nokkuð, það leiðir mér að segja ítarleg greinargerð sem að fylgir þessar tillögur sem ég langar til þess að fara bara aðeins yfir hér. Þú voru að taka eitthvað til umræðu, en hún hljómar þannig að í málumsamningi D- og S-lista kemur fram að endurskoða skuli núverandi nefndaskipan sveitarfélagsins með það að markmiði að auka vægi umhverfis- og veitumála innan stjórnsýslu bæjarins. Jafnframt er lögð áhersla á að efla umgjörð íþrótta- og æskulýðsmál innan nefndakerfi bæjarins. Framkvæmd þessara markmiða kallar á heildstæða endurskoðun nefndakerfis, þar á meðal á hlutverki einstakra nefnda og erindisbréfum þeirra. Með slíkri endurskoðun skapast tækifæri til þess að tryggja að nefndaskipan sveitarfélagsins endurspegli betur þær áherslur sem lagðar eru til grundvallar í málefnasamningi meirihlutans og styðji við skilvirka og markvissa stjórnsýslu. Einnig er nauðsynlegt að hafa í huga mikilvægi þess að skoða nefndakerfið heildstætt með hliðsjón af breyttu skipuriti og nýstofnuðum sviðum innan stjórnkerfis Hverfisbæjar. Lagt er til að umhverfis- og skipulagsnefnd Hverfisbæjar verði skipt upp í tvær sjálfstæðar nefndir, annars vegar umhverfis- og veitunefnd og hins vegar skipulags- og byggingarnefnd. Með sérstakri umhverfis- og veitunefnd er skýr áhersla lögð á lykilinnviði sveitarfélagsins sem eru grunnþættir í heilnæmu umhverfi, rekstraröryggi og sjálfbærri þróun. Hvergeiri býr yfir sérstöðu sem blómabær þar sem umhverfisgæði, náttúra og sjálfbær nýting auðlinda er lykilþættir í ímynd og lífsgæðum íbúa. Markmið breytingarinnar er að efla faglega og skilvirka ákvörðunartöku og tryggja að sveitarfélagið sé betur í stakk búið að takast á við aukið umfang verkefna sem skila sér í vandaðri og ábyrgri stjórnsýslu ásamt því að vernda náttúru til framtíðar. Líta þarf til þess að fráveitumál í Hvergerði eru aðkallandi. Sérstök umhverfis- og veitunefnd tryggir að fráveitumál sveitarfélagsins fái skýran stefnumótun og vettvang sem skilar markvissri sýn, forgangsröðun framkvæmda og traustari grunn fyrir framtíðaruppbyggingu. Nú liggur fyrir breyting á verkefnaálagi sveitarfélagsins í kjölfar breytingar á skipan eftirlitsmála og með þessari yfirfærslu á verkefnum til sveitarfélagsins eykst umfang og vægi umhverfismála verulega. Þessi verkefni kalla á sérhæfðan vettvang til þess að tryggja yfirsýn, fagmennsku og viðbragðsgetu. Fulltrúar meirihlutans leggja því til að bæjarstjóra verði falið í samstarfi við sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og sviðsstjóra tækni- og umhverfissviðs að vinna málið áfram, leggja fram tillögur til bæjarstjórnar um nauðsynlegar breytingar og skipulagi nefnda og erindisbréfum þeirra og við þá vinnu verði sérstakur forgangur lagður á undirbúning að stofnun nýrrar umhverfis- og veitunefndar og mat lagt á þær breytingar sem nauðsynlegar eru til þess að hrinda þeirri nefnd í framkvæmd. Þetta er svona í stuttu máli hvað þetta fjallar. Takk. Það er bókun sem meirihlutinn ritar undir Ingimar, ég, eða maður er Sigmar og þessi. Fleiri sem vilja taka til máls? Sveinmarta. Forseti, þeir eru bæjarfulltrúar. Takk fyrir þessa greinargerð, Sigmar. Við í minnihluta erum með stutta, kannski ekki svo stutta bókun, sem við viljum leggja fram í þessu samhengi. Ég hugsi bara ég fari beint í lesanum, Fulltrúar Framsóknar okkar Hvergerðs telja mikilvægt að nefndakerfi Hvergerðsbæjar sé reglulega endurskoðað og að stjórnsýsla sveitarfélagsins þróist í takt við breytt verkefni og þarfir samfélagsins. Til þess að hægt sé að taka upplýsta afstöðu til slíkra breytinga verður þó að liggja fyrir fullnægjandi greining og nauðsynleg gögn.
Í því máli sem hér liggur fyrir skortir á þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að meta tillöguna. Ekki liggur fyrir mat á kostnaði við að stofna nýja umhverfisveitunum, né hvaða áhrif breytingin hefur á rekstur, stjórnsýslu og verkaskiptan innan sveitarfélagsins. Þá er í greinargerð vísað til þess að efla í umfjöllun um íþrótta- og æskulýðsmál án þess að nokkur skýring fylgi það hvernig það markmið verði útfært og hvaða breytingar eru fyrirhugaðar í þeim málum. Jafnframt er vísað til þess að verkefnaálag sveitarfélagsins hafi aukist vegna breytinga á skipan eftirlitsmála. Fulltrúar Framsóknar okkar hvergis hafa hvorki fengið kynningu á þeim breytingum né gögn sem varpa ljósi á hvaða nýju verkefni ræðir, umfang þeirra og hvernig þau kalla á breytta nefndaskipan. Ekki er ásættanlegt að byggja veigamiklar skipulagsbreytingar á forsendum sem bæjarfulltrúum hafa ekki verið kynntar. Fulltrúar Framsóknar okkar hvergis telja því gagnrýnivert hvernig staðið hefur á undirbúningi tillögunnar. Bæjarfulltrúar eiga að geta byggt afstöðu sína á skýrum gögnum, faglegri greiningu og mati á áhrifum breytinga. Án slíks undirbúnings er ekki unnt að taka uppstæða afstöðu til málsins. Að lokum leggja fulltrúar Framsóknar okkar hvergis áherslu á að endurskoðun nefndakerfis sé verkefni sem varðar allt sveitarfélagið en ekki aðeins starfandi meirihluta. Mikilvægt er að fulltrúar allra framboða fá að virka aðkoma þeirri vinnu frá upphafi, þannig að breytingar byggist á breiðri samstöðu og hagsmunum hvergisbæði til lengri tíma. Og undir þetta rita Marta Dólfsdóttir, Jónas Guðnason og Sandra Brynjarsdóttir. Fyrir þetta, Marta, og við tökum fundarhlið klukkan 17:50. Þú sent okkur það bókum. Ekki bara senda þér hana líka til samfélaginu. Jú, það var bara mjög gott. Takk. Þetta ertu með í? S-A-N. S-A-N. Ég er svo. S-A-N-L-B-R. Já. Ég var búið upp á umræður. Já, en við hefðum rætt
Við hefjum fundinn þá aftur og klukkan er 18:14 og ég ætla að gefa Sigmari Karlssyni orðið. Já, forseti, meirihlutanum er sem sagt með bókun undir þessum lið og hljómar svona. Meirihluti bæjarstjórnar er með viðkomandi tillögu að leggja til að bæjarstjóra verði falið í samstarfi við sviðsstjóra að vinna málið áfram og leggja fram tillögu til bæjarstjórnar nauðsynlegar breytingar á skipulagi nefnda og erindisbréfum þeirra. Í þeirri vinnu munu allir bæjarfulltrúar hafa tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Það liggur fyrir að með breytingunum sem gerðar voru á stjórnsýslu sveitarfélagsins með stofnun fagsviða þarf að endurskoða verkefni og erindisbréf nefnda sveitarfélagsins. Hér er ekki að ræða kollvörpun, heldur aðeins að skoða þetta í samhengi breytinganna. Það liggur fyrir að fyrirhuga afnám heilbrigðiseftirlita sveitarfélaganna sem fjallað hefur verið á Alþingi og gaumgæfilega í fjölmiðlum mun hafa áhrif á verkefni sveitarfélaga en eitt mikilvægasta úrlausnarefni fyrir sveitarstjórnir þeirra 14 sveitarfélaga sem standa að heilbrigðiseftirliti Suðurlands er að skýra hvaða verkefni verða áfram á sveitarstjórnarstigi eftir 1. janúar 2027. Þá er ljóst að skipulags- og umhverfisnefnd hefur verið verkum hlaðin, umhverfis- og veitumál hafa fengið lítið vægi þar þó verkefnin hafa verið stór, samanber Gufuveitan, fyrirhugaðar virkjanir í Ölfusdal, vatnsgæði í Varmár, neysluvatnsmengun sem uppkom og almenn loftslagsmál. Sökum þessa teljum við mikilvægt að skoða hvort forsendur séu til þess að stofna aðra nefnd þessi mikilvægu mál. Hvað eflingu íþróttamála og æskulýðsmála varðar, þá þykir meirihluta brýnt að bregðast við þeirri gagnrýni sem hefur heyrst frá íþrótta- og æskulýðshreyfingunni varðandi samráðsleysi og óljósa ábyrgð á málaflokknum sem tók breytingum nokkur sinnum á síðasta kjörtímabili. Varðandi kostnað vegna stofnunar nýrra nefnda þá liggja fyrir upplýsingar kostnað vegna nefndastarfa í fjárhagsáætlun bæjarins. Að lokum skal áréttað að hér er verið að leggja til að málið verði skoðað og það snýst tillagan. Og undir þetta rita Ingimar, María, Sigmar og Þorsteinn. Hver sem það fætti máls? Ingimar, ekki svöld. Bara rétt kannski svona eins og við horfum á markmiðið með þessari tillögu upphaflega var kannski einmitt að svona hefja formlegan undirbúning og lokamarkmiðið væri svo að leggja fram endanlega tillögur og útfærslur á þessum breytingum. Þannig að hugmyndin er að við séum að opna svolítið á máli og fara af stað í staðinn fyrir að fara í einhverja vinnu og koma svo með það allt í einu eftir einhverja vikur eða mánuði. En á sama tíma svolítið hugmyndin að veita það ákveðu svona umboð og búa til ákveðin forgangsverkefni fyrir viðeigandi aðila innan stjórnsýslunnar. Að við séum svolítið bara að bera upp þessa tillögu núna til þess að þessi vinna fara af stað og verði svo tekin áfram bæði þá jafnvel í gegnum bæjarráð og verði alltaf lagt fyrir bæjarstjórn áður en einhverjar ákvarðanir eða endanleg niðurstaða verði tekin. Takk. Bara stuttlega og eftir stutt bara svo það áréttist hér með að sannarlega erum við sammála því að það er mjög mikilvægt að endurskoða nefndakerfið reglulega og tryggja það að það sé þróast í takt við það verkefni sem við erum að sinna. Og ástæða þessara bókunar var bara sannlega svo að okkur fannst vant upp á þau gögn og þá fann rökstuðning sem okkur fannst nauðsynlegt til þess að taka upplýsta afstöðu til þess að umhverfis- og veitunefnd væri sú leið sem væri nauðsynlegt að fara í, að það skref væri nauðsynlegt að fara í. Við bara, já. Það að veitumál og umhverfismál sem slík hafa ekki fengið nægilega umfjöllun innan skipulags- og umhverfisnefndar eins og hún hefur verið núna á þessu kjörtímabili er væntanlega eitthvað matsaldur við, þannig ég er ekki sammála því að það hafi ekki fengið umfjöllun þar. Veitumál sem slík hafa sannarlega komið til umræðu og þessi atvik sem vísað er í bókunni hafa fengið þar umræðu. Og það eru risaverkefni sem tengjast veitunni og bara mikilvægt að fylgja þeim fast og vel eftir og samanber bygging skólpilsustöðar og annað sem er bara mikilvægt, en að því sögðu höfum við almennt ekki verið að setja upp út fastanefndir til að fylgja eftir einstaka framkvæmdum. En bara svo það sé sagt að það verður bara áhugavert að fylgjast með þessari vinnu og við munum taka þátt í henni og lagt til að fylgja því eftir bara. Það fannst að fleiri sem vilja taka máls.
Ef ekki, þá ber ég það undir samþykkt fundarins tillögu að hefja endurskoðun endakerfis Hveragerðisbæjar. Þeir sem er samþykkt gefa merki. Þeir sem sitja hjá. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Þá erum við komin að fundarlagi númer 18 sem varðar tillögu á D- og S-lista milliuppgjör. Fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar leggja til að unnið verði milliuppgjör á rekstri sveitarfélagsins með það að markmiði að fá sem skýrasta mynd af fjárhagsstöðu þess og rekstrarhorfum. Lagt er til að bæjarstjóra verði falið í samstarfi við sviðsstjóra stjórnsýslusviðs að vinna máli áfram, hafa umsjón með framkvæmd og úrvinnslu milliuppgjörs og eftir atvikum leita utanaðkomandi ráðgjafar varðandi málið. Niðurstöður úr vinnunni verði kynnt fyrir bæjarstjórn og höfð til hliðsjónar við næstu fjárhagsáætlunargerð sveitarfélagsins. Og með þessu fylgir greinargerð og ég ætla að gefa Ingimari Guðmundssyni orðið. Frú forseti, ég ætla þá að lesa hér greinargerð. Í málefnasamningi D- og S-lista er lögð sérstök áhersla á að kortleggja fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og skapa traustan grundvöll fyrir ákvarðanatöku rekstur og fjárfestingar til framtíðar. Með gerð milliuppgjörs frá fá bæjarfulltrúar og stjórnendur sveitarfélagsins skýrari og raunhæfari yfirsýn yfir fjárhagsstöðu þess með hliðsjón af rekstrarþróun í gildandi fjárhagsáætlunum. Slík greining er mikilvægt stjórntæki sem stuðlar að upplýstri ákvarðanatöku og styrkir forsendur fyrir ábyrgri fjármálastjórn sveitarfélagsins. Fyrir liggur að sveitarfélagið stendur frammi fyrir umfangsmiklum fjárfestingum, bæði þeim sem þegar eru hafnar og öðrum sem fyrirhugaðar eru á næstu árum. Á sama tíma hafa ýmsar forsendur sem áhrif hafa á rekstur sveitarfélaga tekið breytingum, meðal annars vegna þróunar verðbólgu, vaxtaumhverfis, launakostnaðar og íbúafjölgunar. Slíkar breytingar geta haft verulega áhrif á bæði rekstrar og fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins og því mikilvægt að fyrir liggi uppfærð greining á fjárhagslegu stöðu þess. Með milliuppgjöri gefst tækifæri til að meta hvort gildandi áætlanir og fjárhagslegar forsendur standist þær aðstæður sem nú eru uppi og hvort þörf sé á að endurskoða áherslur. Framkvæmdaáætlanir eða fjármögnun verkefna. Jafnframt verður unnt að leggja mat á skuldastöðu sveitarfélagsins, greiðslugetu þess og svigrúm til frekari fjárfestinga á komandi árum. Því er lagt til að bæjarstjóra verði falið í samstarfi við sviðsstjóra stjórnsýslusviðs að vinna málið áfram, hafa umsjón með framkvæmd og úrvinnslu milliuppgjörs og eftir atvikum leita utanaðkomandi sérfræðiráðgjafa vegna verkefnisins. Niðurstöður vinnunnar verða lagðar fyrir bæjarstjórn og hafa til hliðsjónar við næstu fjárhagsáætlunargerð og stefnumótun sveitarfélagsins. Takk. Orðalaust undir þessu lið, Jónas Skjöldal. Takk fyrir, forseti. Við erum með bókun, sameiginlega bókun, Framsóknar og okkar Hveragerðis sem ég ætla að lesa upp. Fulltrúar Framsóknar og okkar Hveragerðis telja mikilvægt að bæjarstjórn hafi á hverjum tíma skýra yfirsýn yfir fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og styðja markmið ábyrga fjármálastjórn. Hins vegar fá fulltrúar Framsóknar og okkar Hveragerðis ekki séð að þörf sé á sérstöku milliuppgjöri af þeim toga sem hér er lagt til. Fjármálastjóri Hveragerðisbæjar leggur nú þegar fram ársfjórðungslega uppgjör þar sem rekstur sveitarfélagsins er borinn saman við samþykkta fjárhagsáætlun og raunstæða metin. Þau uppgjör eru mikilvæg stjórntæki sem veita bæjarstjórn reglulega yfirsýn yfir rekstur, fjárhag og frávik frá áætlunum og skapa þannig forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku. Það vekur jafnframt athygli að ekki liggur fyrir kostnaðarmat vegna þeirrar vinnu sem hér er lögð til. Milliuppgjör af þessum toga kallar jafnaði aðkomu endurskoðanda og þar með aukinn kostnað vegna aðkeyptrar sérfræðiþjónustu. Það samræmist illa þeim yfirlýstu markmiðum meirihlutans og sérstaklega D-listanum sem að draga úr útgjöldum vegna aðkeyptrar þjónustu. Jafnframt vekur athygli að undir fundarlið 10 samþykkti bæjarstjórn viðauka við fjárhagsáætlun þar sem auknar útvarpstekjur umfram áætlanir voru lagðar til grundvallar. Þar liggja fyrir upplýsingar jákvæða þróun rekstrartekna sveitarfélagsins að nýtast mat á fjárhagsstöðu þess. Því verður ekki séð að sýnt hafi verið fram á brýna nauðsyn þess að ráðast í kostnaðarsamt milliuppgjör umfram þá reglubundnu fjárhagsupplýsingagjöf sem þegar fer fram. Fulltrúar Framsóknar og okkar Hveragerðis telja að áður en ráðist í kostnaðarsama viðbótargreiningu þyrfti að leggja fram skýrari rökstuðning fyrir því hvers vegna fyrirliggjandi ársfjórðungsuppgjör og önnur reglubundin fjárhagsgögn teljast ekki fullnægjandi ásamt mati á kostnaði og ávinningi verkefnisins.
Undir þetta rita Marta Rut Ólafsdóttir, Jónas Guðnason og Sandra Lind Brynjarsdóttir. Takk fyrir þetta, Jónas, og við tökum þetta aftur fundarhlé klukkan 18:24. Það aftur. Jú, takk. Ég er með tölvupóstinn þinn
Þá hefjum við fundinn aftur að loknu fundarhléi og klukkan er 18:44 og það er Ingimar Guðmundsson sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég er með bókun fyrir hönd meirihlutans. Sú staða sem blasir við núverandi meirihluta varðandi fjárhagsstöðu sveitarfélagsins er í engu samræmi við málflutning fyrrum meirihluta í aðdraganda kosninga í vor. Í því samhengi má nefna að fyrsta verkefni núverandi meirihluta var að samþykkja fyrirliggjandi lánsbeiðni að upphæð 265 milljónum krónum til þess að standa straum af hefðbundnum rekstrarkostnaði og ekki eru fyrirhugaðar frekar lántökur árinu með við núgildandi fjárhagsáætlun. Því þykir meirihlutanum mikilvægt að fá faglegt mat á stöðunni og fjárhagslegu svigrúmi sveitarfélagsins varðandi fyrirliggjandi verkefni. Markmiðið með milliuppgjörinu er ekki einungis að líta tilbaka eða skoða núverandi stöðu, heldur einnig að horfa fram á við í tengslu við rekstur, fjárfrekt fyrirliggjandi verkefni og nauðsynlegar fjárfestingar. Horft verður til þess að halda kostnaði lágmarki við uppgjörið og nýta meðal annars mannauð sveitarfélagsins við vinnslu þess eins og kostur er. Ljóst er að tekjur sveitarfélagsins er ekki takt í fjárhagsáætlun, forsendur varðandi íbúafjölgun, vexti og verðbólgumarkmið eru brostnar líkt og DFS-listi bentu á ítrekað í nýlokinni kosningabaráttu. Sú staða kallar á viðbragð. Í kosningabaráttunni voru settar fram misvísandi fullyrðingar fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og því þykir okkur mikilvægt að fá skýrt hlutlaust mat á stöðunni. Undir þetta skrifa Ingimar, María, Sigmar og Þorsteinn. Takk. Fyrir þetta Ingimar, þeir sem vilja hversu plás. Kannski bara alltaf. Það fórsti, bara svo þegar aftur framtekið, það er ekkert óeðlilegt að þessi tengdi mat á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og eðlilegt að uppfæra eitthvað fara fram. Það sem verið er að það sem við erum að gagnrýna hér í þessari bókun er aðalega það svona umgjörðin. Mér finnst að milliuppgjör sé framsett af því máli sem er gert af því okkur skilst í greinargerðinni og þarna sé milliuppgjör sem ekki endilega sé unnið af starfsfólki sveitarfélagsins eins og venjulega er gert hér núna áskilslega, heldur að þarna sé fengið nauðsynlega þjónusta líka. Eins og má líka alveg benda á það eins og kom fram hérna áðan þegar við vorum að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun þá eru sannarlega útsvarstekjur sveitarfélagsins að aukast þannig að umfram það sem áætlun gerir ráð fyrir. En það er alveg rétt og það eru alls konar utanaðkomandi aðstæður sem gera það að verkum og það er alveg hægt að búast við því að tekjur af stærri verkefnum muni breytast, að tímalínis líka innkomu muni verða öðruvísi. Þannig að uppgjörið á fjármálastjórn slík er eitthvað sem við styðjum alltaf, það er eitthvað sem við viljum leggja áherslu á. En þessi nálgun er það sem við erum að setja út. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Fleiri sem vilja hversu ljós? Ef ekki, þá ber ég tillöguna undir fundinn, þeir sem samþykkja merki. Þeir sem eru sitja hjá merki. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum S og D-lista og samt fulltrúar okkar fylgis og Framsóknar sitja hjá. Þá er búið að 19. fundarlið, það er tillaga D og S-lista varðandi endurskoðun sveitarfélagsins. Fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar leggja til að hafi verið ferli vegna ráðningar löggilts endurskoðanda eða endurskoðanda fyrirtækis sem annast muni endurskoðun fyrir sveitarfélagi. Og ég gleymdi að má ég fara aðeins tilbaka og eitthvað sama. Sko, ég langar bara að taka fram, ég fara að hljóna eitthvað sko. Það sem við vorum að samþykkja á með 4 atkvæðum gegn 3. Ég hef þetta gert verið milliuppgjör á rekstri sveitarfélagsins miðað við stöðuna 31. maí síðastliðinn. Og bæjarstjóri hafi farið í samstarfi við sviðsstjóra stjórnsýslusviðs að vinna mála áfram, hafa umsjón með framkvæmd og úrvinnslu á milliuppgjöri og eftir atvikum leita utanaðkomandi ráðgjafar varðandi málið. Niðurstöður úr vinnunni verða kynnt fyrir bæjarstjórn og það er til hliðsjónar við næstu fjárhagsáætlanagerð sveitarfélagsins. Þangað bara þessi punktur kemur fram. Svona í kjálfarið á umræðuna. En ok, þá förum við í 19. lið og ég ætla bara að byrja upp á nýtt. Tillaga D og S-lista varðandi endurskoðun sveitarfélagsins. Fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar leggja til að hafi verið ferli vegna ráðningar löggilts endurskoðanda eða endurskoðanda fyrirtækis sem annars muni endurskoðun fyrir sveitarfélag. Lagt er til að bæjarstjóri verði falið í samstarfi við sviðsstjóra stjórnsýslusviðs að vinna málið áfram og undirbúa tillögu að samstarfssamningi við löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki. Niðurstöður þeirra vinnu verði í framhaldinu lagðar fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu. Og með þessu fylgir eftirfarandi greinargerð.
Samkvæmt ákvæðum 7. kafla sveitarstjórnarlaga ber bæjarstjórn ábyrgð á því að ráða löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki sem annast endurskoðun sveitarfélagsins. Er að ræða lögbundið verkefni bæjarstjórnar og því mikilvægt að hún taki formlega afstöðu til þess fyrirkomulags sem sveitarfélag hyggst hafa endurskoðun og fjárhagslegt eftirlit. Endurskoðun sveitarfélaga gegnir mikilvægu hlutverki við að tryggja áreiðanleika reikningsskila, stuðla að vandaðri fjármálastjórn og efla traust á meðferð opinberra fjármála. Sjálfstæð og fagleg endurskoðun jafnframt mikilvægur þáttur í innra eftirliti sveitarfélagsins og veitir bæjarstjórn og stjórnendum mikilvægar upplýsingar til að styðja við upplýsta ákvörðunartöku. Með tillögunni er lagt til að hafinn verði undirbúningur að gerð samstarfssamnings við endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki og að kannaðir verði þeir kostir sem sveitarfélögin standa til boða. Lagt er til að bæjarstjóra verði falið að vinna máli áfram í samstarfi við sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og leggja niðurstöðu þeirra vinnu fyrir bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. Og undir þetta rita Ingimar Guðmundsson, María Rún Þórsdóttir, Sigmar Karlsson og Þorsteinn Hjartarson. Og það opna í mælendaskrá. Enginn. Jónas, gjör svo vel. Takk fyrir forseti. Mér langar bara að fá ykkur til þess að dýpka þetta kannski bara örlítið. Það er sagt hér að fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar leggja til að hafi verið ferli vegna ráðningar löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis sem annast muni endurskoðun fyrir sveitarfélagið. Getið kannski stuttlega útskýrt hver munurinn er á þessu og kannski fyrirkomulaginu sem viðhaft var síðustu ársreikningsskil. Var ekki samningur við það fyrirtæki, erum við að gera nýjan samning, er þetta endurskoðunarsamningi, erum við að skoða nýjar leiðir? Getið þið snert aðeins á því bara? Takk. Gjör svo vel, Sigmar. Forseti, nei, ég held að geti bara sagt að hér er ekki verið að tala um einhver straumhvörf í aðferðarfræði. Hér er bara að ræða lögbundið verkefni sveitarstjórnar á hvers tíma að taka þetta til endurskoðunar. Hverjir endurskoða sveitarfélagið og það verður bara gert með faglegum hætti. Mögulega þarf að fara í útboð eða skoða hvernig verður staðið að þessu. En það er ekki verið að tala um einhverjar breytingar. Það var ákveðið fyrirtæki sem hefur síðan þetta núna undanfarin ár. Mögulega verður það fyrirtæki bara áfram eða eitthvað annað. Þannig að það verður bara komið ljós. Takk fyrir þetta, Sigmar. Fleiri sem vilja þessu ljós? Ef ekki, þá ber ég tillöguna undir atkvæði fundarins. Þeir sem samþykkja ekki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er komið að síðasta lið þessa bæjarstjórnarfundar og það er tillaga frá D.O.S. gjaldfrjálsa bókasafnsþjónustu fyrir 67 ára og eldri. Fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar leggja til að bókasafnsþjónusta verði aftur gjaldfrjáls fyrir íbúa 67 ára og eldri frá og með 3. júlí 2026. Með samþykkt tillögunnar er verið að styrkja stöðu bókasafnsins sem einn af hornsteinum menningarlífs Hveragerðis og tryggja að eldri íbúar geti notið þjónustu þess án fjárhagslegra hindrana. Þetta er jákvætt skref í átt að samfélagið sem leggur áherslu á félagslega virkni og jöfn tækifæri fyrir alla íbúa. Með því að gera bókasafnsþjónustu gjaldfrjálsa fyrir íbúa 67 ára og eldri er verið að senda skýr skilaboð um mikilvægi þess að tryggja öllum jafnt aðgengi að menningu og upplýsingum óháð aldri eða efnahag. Fyrir margra eldri íbúa er bókasafnið mikilvægur þáttur í daglegu lífi, hvort sem er að ræða félagsleg samskipti, lestur bóka og tímarita eða þátttöku í viðburðum. Lagt er til að sviðsstjóra mennta-, menningar- og lýðheilsusviðs sé falið að vinna máli áfram í samstarfi við forstjóra bókasafns og leggja fram kostnaðarmat fyrir bæjarráð. Með þessu fylgir greinargerð og ekki Þorsteinn Hjartarsyni orðið. Já, tillagan er í samræmi á forseti. Tillagan er í samræmi við áherslur í málefnasamningi D.O.S. þar sem lögð er áhersla að efla bókasafnið sem lifandi menningar, fræðslu og samfélagsrými fyrir alla íbúa. Bókasafnið gegnir mikilvægu hlutverki sem vettvangur þekkingar, menningar og samskipta. Það er ekki aðeins safn þar sem hægt er að nálgast bækur og upplýsingar, heldur einnig staður þar sem íbúar geta tekið þátt í fjölbreyttu menningarstarfi og notið samveru. Á undanförnum árum hafa verið stigin jákvæð skref til að efla starfsemi safnsins og auka fjölbreytni í viðburðum og þjónustu. Markmið meirihlutans er að byggja áfram á þeim góða grunni sem fyrir er og styrkja enn frekar hlutverk bókasafnsins sem opins rýmis fyrir alla aldurshópa. Lestur og símenntun stuðla vel í efri árum, en það var rannsóknir sýnt á mikilvægi þess að viðhalda sér lengst andlegri virkni og félagslegri þátttöku. Bókasöfn gegna það stóru hlutverki með því að bjóða upp á fjölbreytta þjónustu sem eykur lífsgæði og stuðlar við virkni þátttöku í samfélaginu. Með auknu aðgengi að bókasafninu er jafnframt stuðlað að því að ná fram markmiðum um virka öldrun og bætta lýðheilsu.
Þá ber að líta til þess að mörg sveitarfélög hér á landi veita eldri borgurum gjaldfrjáls bókasafnskort sem lið í menningar- og velferðarstefnu sinni. Með þessari ákvörðun tekur Hveragerðisbær aftur upp fyrirkomulag sem áður var við lýði og samræmist vel þeirri sýn að bókasafnið sé þjónusta sem nýtist öllum íbúum. Tekjur Hveragerðisbæjar af bókasafnsgjöldum aldraðra eru takmarkaðar þegar litið er á heildarrekstur safnsins. Hins vegar er ávinningurinn af aukinni þátttöku eldra fólks í menningarlífi bæjarins mun meiri bæði fyrir einstaklinga og allt bæjarfélagið. Það er Ingimar María Sigmar Þorsteinn sem rita undir þetta. Það var orðið laust þennan lið. Ég ætla bara að segja þetta er mjög jákvætt mál. Bara að tekja svörum til og bara, já, mjög jákvætt gagnvart þessari breytingu. Að heyra mátt á þeir sem vilja taka máls. Ef ekki, þá ber ég tillöguna undir höndin, þau sem að samþykkja merki og tillagan er samþykkt samhljóða að gera bókasafnsþjónustu gjaldfrjálsa fyrir íbúa 67 ára eldri frá og með 3. júlí 2026. Sviðsstjóra mennta-, menningar- og lýðheilsusviðs er falið í samstarfi við forstöðumann bókasafnsins að gera tillögu um breytingar á gjaldskrá. Þá er dagskrá fundarins tæmd. Þakka samfylgdina og við endum útsendingu.